Ef að ríkið ætlar að vera búið að koma og tæma stóran hluta þess sem í skálinni, þá bara minna eftir handa fólkinu, minna eftir handa fyrirtækjunum að byggja sig upp og fjölga störfum, minna handa sveitafélögunum til þess að fá útsvarstekjur, og svona gæti ég haldið áfram lengi. Þannig að ætla að skattleggja sig, að ríki ætla að skattleggja allt og alla, það aðferðafræði sem gengur einfaldlega ekki upp að mínum dómi. Því að, eins og ég sagði, á endanum skila allar þessa tekjur sér með einum eða öðrum hætti til ríkisins. Tökum dæmi að ef að ríkið stillir skattlagningu á fyrirtæki í hóf, verkalýðshreyfingin nær meiri árangri handa sínu fólki vegna þess að það meira til skiptana, þá kemur það í formi tekjuskatts og útsvars til ríkis og sveitafélaga. Þetta bara 101 í hagfræði sem að mér finnst algjörlega blasa við, en að sjálfsögðu verða allir að leggja til samfélagsins þannig að við getum rekið það velferðarsamfélag sem við viljum búa í, og það má enginn koma sér undan því. Og það ekki launafólk sem að reynir að koma sér undan því að greiða skatta á Íslandi. Því að það bara alveg byggt inn í formúluna að þeir fjármunir skila sér. Það eru aðrir aðilar í íslensku samfélagi sem hafa komist upp með það að greiða minna til samfélagsins heldur en raun og veru ætti að gera. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.